höldum áfram og það eru jólalegar nótur að sjálfsögðu út í gegnum allan þáttinn og við ætlum núna að færa okkur yfir hafið því hingað til mín í settið er komin Alda Karen Hjaltalín, fyrirlesari og framkvæmdastjóri Tiger Gummies í New York og það er ekki bara jól á Íslandi, það er náttúrulega jól í New York og þú hefur upplifað þau aldeilis. Já. Velkomin. Takk fyrir að fá mig. Hvernig er hvernig er munurinn sko að eyða jólum í svona stórborg komandi frá Íslandi? Já, það er smámunur. Já, já. Það er já, ég átti mjög skrítin jól í fyrra. Þá var ég út í New York bæði jól og gamla árs og það var mjög skemmtilegt sko, strax bara 1. nóvember byrjað að skreyta. Já. Og bara ef það er einhver tími til að heimsækja New York þá er það jólin. Bara allar götur, bara Fifth Avenue, Park Avenue, þetta er allt bara sko ekkert nema jólin. Þetta er bara, Manhattan breytist bara í eitt svona stórt jólaþorp. Já. Og alls staðar eru svona, litlir skúrar sem að selja svona heitt apple cider. Já, já. Veit ekki hvað íslenska nafnið er, bara eplasafi eiginlega. Já, já, já. Og sem alveg jóladrykkurinn að úti, sko. Fyrir utan pumpkin spiced kaffi sem Starbucks með. Starbucks, jú, það er víðfrægt. Já, klassík. Þannig já, og svo eru bara skreytingarna sko ótrúlegar. Þú er þetta í alvörunni að gerast. Já. Og er alltaf svona stórar jólasýningar þar sem við erum með ljósin á húsunum og mjög stór sýning hjá Saks á Park Avenue. Þar sem þeir eru með bara svona ljósa sýningu bara allan sólarhringinn í bara 4 vikur tæpar. Einmitt. Og þú bara stendur þarna og horfir á bara ljósin og þetta fylgir þessu tónlist og þetta er bara þvílíkt sjó á hverju kvöldi sko. Einhverju rafmagnsreikningur. Já. Þetta er alveg, mjög dýrt dæmi sem þeir eru með. Já. En ég lendi í sko sem svo fyndið að því ég náttúrulega flytt hann út fyrir 3,5 ára síðan. Þekki hvorki kóng né prest, skilurðu. Er hann alein eitthvað dandarast á milli funda að reyna búa til feril og byggja upp fyrirtæki úti. Og ég byrja svona hægt og rólega að búa til svona mitt network, bara svona aðra fjölskyldan úti og verð svo heppin að kynnast bara rosa stórum vinahóparna og allt er góð með það, nema flestir í vinahópnum eru gyðingar. Já. Og svo þegar koma jólunum núna í fyrra að þá fóru allir náttúrulega heim til sín, að það eru rosa margir í New York og sérstaklega fólk á mínum aldri sem býr bara eitt út í New York og svo búa foreldrar þeirra einhvers staðar í Kaliforníu eða upp í Connecticut eða eitthvað svoleiðis, en þau fara heim jólin. Þannig að allir fóru heim jólin sem eru kristnir, þannig að ég var svolítið eftir með vinkonum mínum sem héldu ekki upp á jólin. Einmitt. Og það var svo sérstakt við það, svo á aðfangadag í fyrra þá er New York held ég á 5 tímum á eftir Íslandi. Já. Þannig að klukkan bara 3 daginn og þá FaceTimeaði ég mömmu og fjölskylduna og tók upp pakka með þeim bara yfir FaceTime. Svo fór ég bara í bíó. Já. Með hinnum. Þannig ég hitti bara aðfangadagskvöldi bara í bíó og horfa á, ég held að það verið Star Wars sem við fórum á og skemmtum okkur mjög vel og fórum síðan eftir það á KFC. Nú, já. Já. Það er svona, ég held að það sé eitthvað svona asísk hefð eða japansk eitthvað sem ég held að það sé, en þær tók upp á þessu stelpurnar að við fórum í bíó og svo fórum að fá okkur kjúkling. Já, einmitt djúpsteiktan kjúkling. Já. Ekki það, ég vissi það örugglega einhverjir sem væru mjög til í að hafa það sem matinn á aðfangadagskvöld og finnst það ekkert verra heldur en hamborgarhryggur eða eitthvað annað sko. Það var pínu skrítið verið vikin að fara frá hamborgarhryggnum yfir í kjúkling og franskar. Já, kannski ekki alveg eins hátíðlegt líka að borða það úr einhverjum svona pappaumbúðum eða þú veist, einhverju boxi. Nei, nákvæmlega, þetta var mjög spes og svo daginn eftir sko 25. desember náttúrulega svona helsti jóladagurinn í Bandaríkjunum. Þá það eru opnaðar gjafirnar og allt svona á jólamorgun og það sem var svo gaman fyrir mig stelpurnar settu svona, það eru svona sokkar sem fólk setur á arinin og þar er sett fullt af gjöfum í og nammi og svona og fyrst þegar þú vaknar á morgnana í Bandaríkjunum þá opnarðu sokkana fyrst. Þess þú sér hvað jólasveinninn setti í sokkinn þinn. Og þetta er yfirleitt yfir arinin eitthvað svona sem hann á að koma niður og fyllir sokkinn af einhverju. Þannig að þegar ég vaknaði 25. desember og þá voru stelpurnar búin að fylla sokk sem ég átti bara af nammi og einhverju svona litlum lyklakippum og einhverju svona litlar gjafir. Já, einhverju svona glingri. Já, skemmtileg. Þannig ég borðaði kjúkling og fékk gjafir í sokk. Í gjafir í sokk, já. Það er nú eftirminnilega öðruvísi allavega. Já, mjög skemmtilegt sko. Mæli með. Já. Svona sokkagjafir er alveg
alveg fínar. Fínar, já. En svo sko eins og með gjafirnar mínar að mamma og pabbi sendu gjafir og þær lentu óvart á þessu vörubretti sem týndist. Maður ekki mannst eftir, Íslandspóstur týndi bara heilu vörubretti. Já. Gjafirnar mínar voru sérst þar. Á þessu bretti. Já, þannig ég opnaði jólagjafirnar mínar frá fjölskyldunni sérst í mars. Nú, það hefur fundist á það fannst, já. Einmitt, já. Það var alveg ótrúlegt. Meina 3 mánuður til. Já, ok. Og óskattaðar og allt bara, eða... Ég segi það nú ekki. Nei, já. En þetta var svona lítið jólakraftaverk í mars. Í mars, já. Þá fekk ég gjafirnar mínar í svona, svolítið tættum búðum. Já, einmitt. Þetta er kannski sett svolítið tóninn fyrir 2020. Já. Þetta var alveg í anda 2020, skal ég segja þér. Já, ég trúi því. Og núna ertu komin heim, ætlar að vera heima jólin. Já, nú er ég komin heim. Ég er búin að vera heima, en ég ætla bara festist á Íslandi. Skrítið þetta að segja, ég kalla alltaf Ísland heima. Já. Þó svo ég hef ekki búið þetta í tæp 4 ár, en það var alltaf einhvern veginn, maður heldur líka alltaf að maður mun alltaf enda aftur hér. Já, maður er bara eitthvað, þú veist. Þetta er svona tímabundið ástand. Já, maður hefur alltaf einhvern veginn svona, það kom alltaf allir heim einhvern veginn. Já. Maður heldur alltaf að grasið sé grænna hinum megin þar til þú ferði yfir á hina lóðina og þá ertu bara, það er ekkert grænna hér, sko. Nei. En eins og ég segi, ég er alltaf með fullt tækifæri mann úti og nýt þess að vera úti, en það kom til Íslands í febrúar og festist. Já. Bara ég átti flug heim, held ég, 17. mars og það náttúrulega lokaði Bandaríkjunum 15. Já. Þannig að ég bara komst ekki neitt. Nei. Og var bara hér og er búin að vera á Akureyri, náttúrulega langmest, besta frá Akureyri. Já. Og búin að vinna þess með pappa bara í rafvirkjanum í sumar, bara mjög skemmtilegt. Hún vantaði að auka mannskap eitthvað út á COVID, þannig ég bara fór og... Slóst til? Já, maður er, fólk frá Akureyri, við erum allt múlíkt fólk, skal ég segja. Þannig ég lagði einhverja raflagnir í Ráðhúsinu og bara alls konar skemmtilegt, sko. Gekkst bara í öll verk? Öll verk, að sjálfsögðu, það er alltaf gott af því. Og hefur þá verið að svona fjárstýra fyrirtækinu úti bara heimanfrá, sko. Já, ég er svo heppin af því að New York er náttúrulega 4 tímum á eftir, þannig að ég gat verið að rafvirkjast með pappa fyrir hádegi og farið svo bara í vinnuna í New York eftir hádegi. Eftir hádegi, já. Og komið fína skrifstofastu á Akureyri, þannig að ég bara, það er eins og bara náttúrulega ekkert að það breyst. Nei, einmitt, og tækninu, þetta ástand náttúrulega kennt fólki kannski að nýta alltaf þessa fjartækni betur heldur en hefur verið gert fram að því. Algjörlega, og þetta er alveg mjög sérstakt að sjá þetta því að nú mjög margir vinir mínir sem eiga og reka fyrirtæki úti eiginlega allir búin að segja upp skrifstofustofan. Já. Það er alveg bara, það er allir komið í svona fjarvinnu, sko, sem ég skil ekki, ég get það ekki. Ég verð að fara eitthvað á vinna. Ég er alveg með þér, mér finnst að maður verða að mæta á svæðið og svona, þó að það sé hægt að láta hitt virka sjálfsögðu. Já. Ég fyrir alltaf að gera eitthvað annað heima, þrífa og... Já. Og svo núna fyrir jólin, maður er bara að skreita með mömmu og þú veist, baka og já. Heldur betur. Og baka held ég 12 sortir eitthvað fyrir jólin núna. Vel gert. Þetta er æðislegt, bara ég vona að þú njótir jólana til þess ítrasta hérna heima. Já. Og svo ég hlakka bara til að fylgjast áfram með þér og öllum þínum ævintýrum. Bara takk fyrir að koma í þáttinn. Já, takk hérlega fyrir að fá mig. Hlakka til jólana á Akureyri. Já.